Annað mál á dagskrá geðheilbrigðismál ungmenna. Ungmennaráðsfulltrúi Lilja Dögun Lúðvíksdóttir kynnir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, fulltrúar ungmennaráðs og aðrir góðir gestir. Eins og við vitum vonandi flest, þá andleg heilsa alveg jafn mikilvæg og líkamleg heilsa. En þrátt fyrir það andleg líðan oft ekki tekin jafn alvarlega því hún á það til að vera ósýnileg. Það hefur sýnt sig undanfarið að við getum ekki lengur leyft okkur að hunsa það sem við sjáum ekki með berum augum og það algjört lykilatriði að börn og ungmenni hafi aðgang að þeirri hjálp sem þau þurfa og fái nauðsynlegan stuðning. Til þess að geta leita sér aðstoðar þurfa þau líka að vita hvert þau að leita. Þetta eitthvað sem ungmenni Akureyrar kalla ítrekka eftir og ég hef tekið að mér að tala hér við þetta tækifæri. Eins og kom fram á stórþingi ungmenna núna í janúar ljóst að börnum og ungmennum finnst til dæmis vanta skólasálfræðinga í grunnskóla. Það að fá skólasálfræðing í skólana myndi veita nemendum þann stuðning sem þau þurfa og vonandi skapa öruggara umhverfi þar sem andleg heilsa tekin alvarlega. Við áttum okkur auðvitað á því að allt kostar þetta pening og líklega strandar þetta þar, en við þurfum líka að velja að hugsa í lausnum og möguleg hugmyndalausn fyrir þetta vandamál geti verið að fá einn sálfræðing sem myndi sinna fleiri en einum skóla og geti því ferðast á milli skóla eftir þörfum. Það líka nauðsynlegt að bæta aðgengi að námsráðgjöfum innan skólana svo börn geti leitað til þeirra án hindrana. Nemendur í grunnskólum ætti ekki að þurfa að biðja kennara leyfi til að fara til námsráðgjafa eða sálfræðings. Sú þjónusta ætti að vera sjálfsögð. Ég í menntaskólanum á Akureyri og ég get pantað tíma hjá námsráðgjafa og sálfræðingi á netinu án þess að þurfa að biðja kennara leyfi. Af hverju það ekki líka þannig í grunnskólum? Það ekki sjálfsagt að börn í grunnskólum þori að biðja kennara leyfi og sleppa því frekar alveg að biðja þá hjálp sem þau þurfa og eiga rétt á. Í draumaheimi var til dæmis engin skömm í kringum það að leita sér aðstoðar og öll getum við bara tala opinskátt það. En það ennþá þannig og við þurfum að reyna að mæta börnunum þar sem þau eru, á þeirra forsendum. Hvað þurfa þau og hvernig vilja þau hafa þetta? Og hvernig göngum við úr skugga að þau viti hvaða úrræði í boði? Hvernig göngum við úr skugga að þau viti hvað andleg heilsa Að það sé ekki eðlilegt að líða alltaf illa eða vera alltaf kvíðin. Hvernig göngum við úr skugga að þau viti að þau eigi og megi leita sér aðstoðar og eigi rétt á stuðningi? Og hvernig ætlum við að standa undir því? Fræðsla andlega heilsu grundvallaratriði. Fræðsla andlega heilsu ætti að vera hluti af skólastarfi af því það ekki nóg að fá fræðsluna bara af og til. Það nauðsynlegt að börn og ungmenni átti sér snemma á því að það eðlilegt að líða stundum illa og þau viti að sé allt í lagi að leita sér hjálpar. Það skiptir máli að kynna þau úrræði sem í boði, svo sem Bergi Headspace, hjálparsíman og önnur stuðningsúrræði, af því það svo mikilvægt að börn og ungmenni viti hvert hægt að leita ef þau upplifa til dæmis kvíða, þunglindi, langvarandi vanlíðan eða annað sem við þurfum að bregðast við. Það hins vegar ekki nóg að fræða bara börn og ungmenni. Það þarf líka að fræða foreldra og starfsfólk andlega líðan barna og ungmenna svo þau þekki merkin vanlíðan og viti hvernig best að bregðast við. Með því að fá skólasálfræðing í grunnskóla og fræða bæði börn og fullorðna hægt að sjá til þess að börn og ungmenni viti hvar og hvernig hægt að leita sér hjálpar og hægt að tryggja að foreldrar og starfsfólk geti brugðist rétt við og hjálpa þegar þarf. Að lokum vil ég nefna mikilvægi þess að veita einnig íþróttafélögum aðgang að sálfræðingum. Það ljóst að fylgir því mikið álag að stunda íþróttir og við verðum að tryggja ungt íþróttafólk fái andlegan stuðning og við megum ekki gleyma því að andleg líðan hefur mikil áhrif á frammistöðu í íþróttum rétt eins og í skóla. Í mörgum tilfellum hafa börn og ungmenni hætt að stunda íþróttina sína vegna andlegra erfiðleika þegar hefði mátt grípa inn í mun fyrr og halda þeim börnum í virkni. Rannsóknir hafa sýnt að andleg vanlíðan meðal barna og ungmenna hefur aukist mikið á síðustu árum, en þrátt fyrir það erum við ekki að bregðast við. Íslenskar æskulýðsrannsóknir sýna okkur til dæmis hvernig börnum og ungmennum á Akureyri líður í rauntíma. Hvað ætlum við að gera við þær niðurstöður? Bíða og sjá til eða gera eitthvað í því? Hvernig getum við sætt okkur við að börn okkar fái ekki þá hjálp sem þau þurfa? Takk fyrir. Þá hefur ungmennaráðsfulltrúi Lilja Dögun lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Hulda Elma Eysteinsdóttir stígur upp í pontu. Forseti og ágæti fulltrúar ungmennaráðs. Ég vil byrja að þakka Lilju Dögun fyrir að vekja athygli á mikilvægi geðheilbrigðis og fyrir góða yfirferð. En ég gæti ekki verið meira sammálinni mikilvægi geðheilbrigðis og ég myndi jafnvel segja að geðheilbrigði bara mikilvægara, að okkur líði vel á geðinu heldur en líkama. Það ótrúlega mikilvægt. En í draumaheimi væri sálfræðingur í hverjum skóla og aðgengi á honum væri algjörlega óskert. En það hefur því miður
ekki gengið nógu vel að ráða sálfræðinga og þegar það hefur verið óskað eftir því og það hefur einmitt eins og hugmynd þín áðan varðandi að koma inn í að sé sálfræðingur fyrir kannski fleiri skóla en einn, þá tókst bara ekki að ráða. En ég veit ekki hvað langt síðan það var síðast auglýst og það eitthvað sem ég mun bara aðeins kanna núna, hvort það sé þá ekki komið tíma á að reyna það aftur. Og ég veit að einhverju skóla, það var sennilega í langar mér að segja Giljaskóla einhver tíman, en síðan var hætti sá einstaklingur og þetta hefur einmitt bara gengið mjög illa sem er sorglegt. Og varðandi það komast til sálfræðings eða námsráðgjafa án þess að var fríi tímum hjá kennurum, þá það pínu flóknara í grunnskólanum heldur en framhaldsskólanum af því að kennurum ber skylda að taka mætingu hjá þeim krökkum sem í grunnskóla af því að þau ekki orðin sjálfráða. Og ég vona að grunnskólinni séu með það þannig að það sé greið leið að panta tíma hjá námsráðgjafa því komist í námsráðgjafa án þess að sé eitthvað vandamál. En ef það svoleiðis í einhverjum skólanum að sé erfitt, þá það eitthvað sem við þurfum klárlega að skoða og mun ég bara aðeins kanna það. Ef maður til líða barna þá hef ég oft velti fyrir mér hvort hún sé raunverulega miklu verri nú en hér áður. Ég nokkuð samferð að svo sé, en hér áður voru þessi mál sjaldan eða aldrei rædd. Þegar ég var til dæmis lítil, það var enginn að pæla hvernig, mín upplifun það var ekkert verið að pæla hvernig okkur leið andlega. Maður átti bara að harka af sér og áfram gakk. Og ég fagnaði hvert umræðan komin, að við eigum ekki að vera eitthvað staðar bara að hylja inn í okkur ef okkur líður illa. Það bara frábært hvað við erum komin langt í því að tala þetta. En hvað það sem veldur því að börnum farið að líða verr en áður? Og ég hef miklu áhyggjur af því að keyrslan á öllum í nútíma samfélagi og hversu mikið hraði í lífi flestra. Flestir foreldrar í dag þurfa að vinna mikið og mörg börn eyða litlum tíma með foreldrum sem ekki jákvæð þróun og fjölskyldur almennt eru farnar að eiga minni samskipti innan veggja heimilis en áður. Ég tel samfélagsmiðlanotkun barna, unglinga og foreldra vera stóra ástæðu fyrir aukinni vanlíðan ungmenna. Eitt mjög mikilvægt viðbragð við niðurstöðu íslensku æskulýðsrannsóknar var að koma á símalausum skólum hér á Akureyri. Það auðvitað bjargar ekki öllu, en sá tími þá allavega algjörlega símalaus og vonandi hvatning til foreldra að hafa það í huga að minnka skjátíma sinna barna. Við eigum aldrei að sætta okkur við að börnin okkar séu ekki að fá þá hjálp sem þau þurfa. Það sennilega misjafnt hvað hvert barn þarf og mikilvægt að við séum með fjölbreytt úrval af forvarnastarfi og úrræðum í boði. Þessar mundir einmitt að vera komið ár síðan að Bergi Headspace opnaði hér á Akureyri, en það lágþröskuldsþjónusta sem ungmenni upp að 25 ára aldri geti nýtt sér endurgjaldslaust og hef ég heyrt frábæra hluti af því starfi. Vonandi hefur svo þjónusta verið kynnt í skólum bæjarins, en svona miðað við það sem Lilja kom inn á áðan, þá kannski ekki og það kannski pínu synd finnst mér. Hvað ég ruglað inn á tölunni, já. Og nú líka komið meiri reynsla á samræmda þjónustu í þá farsældar barna og ánægjan mikil þar hef ég heyrt og vonandi verður það til þess að það muni skila sér betri líðan ungmenna. Og varðandi íþróttasálfræðinga, þá sem betur fer fleiri og fleiri íþróttafélög komið með íþróttasálfræðinga starfandi hjá sér, en ég held samt ennþá að það sé bara þá aðalega fyrir þá sem komnir í afreks og bara held ég meira fullorðna. Þó svo stóru íþróttafélögin séu allavega búin að vera aðeins í því að fá inn til sín allavega svona námskeið og að vera eins og til dæmis var Þór með þarna haushugarþjálfun heita minni mig, hvað heita hann aftur? Jó, haushugarþjálfun minni mig. Og Káa var líka með eitthvað hjá sér og það ótrúlega mikilvæg og frábær þróun. Ég vona að þetta verði til þess að yngri krakkar geti komist í svona þjálfuna, því það skiptir ótrúlega miklu máli eins og þú komst inn á áðan að þeir sem eru sérstaklega þeir eru konið í afreksíþróttir, en líka bara snemma að geta, að það oft pressa að vera í íþróttum og það bara gott að geta þá tala við þá sem að geta hjálpa manni þar. En ég vil enda að þakka Lilju Dögun aftur fyrir að setja þetta mikilvæga málefni á dagskrá og munum við vísa því áfram til umræðu inn í fræðslu- og lýðheilsuráð sem mun ræða málið áfram hjá sér þar sem þau halda á þessum málaflokki. Takk fyrir mig. Þá hefur bæjarfulltrúi Hulda Elma lokið máli sínu og orðið laust. Ungmennaráðsfulltrúi París Anna stígur upp í pontu.
Virðulegur forseti, þegar það er rætt mikilvægi sálfræðinga í grunnskólum og því svara með því að það vanti sálfræðinga, mikilvægt að beina umræðuna að lausnum frekar heldur en að hindrunum. Skortur á sálfræðingum ætti ekki að vera ástæðan fyrir aðgerðaleysi eða þvert á móti ætti að ýta undir markvissari aðgerðir til að bæta aðgengi að sálfræðiþjónustu fyrir börn og ef við grípum fyrr inn, minnkum við líkur á því að vandamál barna vaxi og kalli á bráðaaðstoð sálfræðinga. En þrátt fyrir það að vanti sálfræðinga eru leiðir til þess að bæta þjónustuna og við getum skoðað hvernig sálfræðingar eru nýttir innan skólakerfisins, dreift álagi betur og auki samstarf við aðrar fagstéttir. Og einnig er hægt að nýta fjarþjónustu og setja upp stuðningshópa innan skóla til að tryggja börn fái nauðsynlega stuðning. Og svo er líka hægt að skoða af hverju vantar svona marga sálfræðinga. Hvað getum við hjá Akureyrarbæ gert til þess að sálfræðingar vilja koma til Akureyrarbæ að sækja störf og eða gera eitthvað eins og ég man við tölum síðasta bæjarstjórnarfundi unga fólksins með að gera eitthvað samning við HA og bjóða þeim að koma eða eitthvað svoleiðis til þess að tryggja að börn fái sálfræðing og því að þetta skiptir sjúklega miklu máli og ég veit að eins og ég er í menntaskólanum á Akureyri og það er sálfræðingur þar og það er mjög vel nýtt og þau eru mér þakklátt fyrir að eiga sálfræðing í skólanum sínum þannig að ég vil bara ýta undir að þetta sé mjög mikilvægt. Og já, takk fyrir. Þá hefur ungmennaráðsfulltrúi París Anna lokið máli sínu og orðið er laust. Enginn býður sig fram til að gefa orð og þá legg ég til að við höldum áfram dagskrána.